Daginn, Instagram. Góðan daginn. Ég er að gera wellness check. Já, það er mjög nauðsynlegt að gera það. Nú er þú. Þú voru að tala meðan ég gerir wellness check. Já, ég ger það. Já. Við erum bara svona, þú veist, góður morgun, góð dagur dag og kakó á skrifstofunni og Við erum live, þannig að þetta segir er bara live. skál Skál fyrir því. hérna. Það er mjög nauðsynlegt. Við erum búin að lækka yfir líka. Já, það er betra að við tölum ekki margfalt. Nei, það er erfiðar. Já. Við erum að bergmála mikið í ykkar eyrum og okkar. En það kom leikudagur og við bara skálum í kakói. Þetta er dag 3 þar sem ég drekka ekki kaffi. Vel gert. Já, ég er að rosa mikið að vanda upp. Ég fór nefnilega til grassalæknis og hún sagði núna hættir þú. Og ég sagði bara, ok. Þú hlustar. Já, En það þýðir ekkert annað. það sko. Þetta tengir svolítið umræðuefni dagsins einmitt. Svona þegar við erum komin í smáatriðin, það er umræðuefnið hvert stefnum við og hvað er framundan og verður árið 2025 bara ár mikilla breytinga. Já, hvað er sérstaklega fyrir þessa tíma sem við lifum? Já, það er stóra myndin. Þegar við erum komin í okkur sjálfa þá er þetta líka snýst þetta svolítið að hlusta á hvað líkaminn þarf á að halda og hlusta á hvað andinn þarf og allt það og sinna því. Já. Það er akkurat það sem þú ert að gera með því að drekka ekki kaffið. Ég er sjána sko. En við ætlum að byrja að minna bara á að það eru Englareiki námskeið í boði núna í mars og apríl, bæði 1 og 2 og 3 og 4. 1 og 2 í lok apríl og 3 og 4 í lok mars. Þannig að ef þú ert búið með 1 og 2 þá er 3 og 4 alveg ásamlega viðbúð. Svo er ég að fara norður núna eftir rúma viku og þá ætlum við að fara á Heildræna heilsuhátíð fyrir gyðjur og Dórutjörnum. Það er laugardagur og sunnudagur þar sem að verður alls konar dagskrá boðið upp á fyrirlestra áhugaverða, Kolbrún grassalæknir og glowing að lófalesari og engatímar. Það er að fara í heilun og nudd og ýmsar áhugaverða meðferðir. Áhugaverð kvöldatöfn og lögðir. Það sem er svona kakusöruminn og hljóðheilun og hitt og þetta. Já. Þannig að það eru fleiri tíma, jóga nýtra og svo eru kynningar og sölufossar. Þar verðum við með bæði skólinn og Orkusteinar og verðum með bás þar. Já. Með svona okkar, við erum það svona flest sem við eigum, kannski ekki alla litlu steinuna, það er svolítið mikið. En það myndi silla bílinn, en já. Við reynum að vera með og við vorum að panta þannig að við hlökkum til að sjá ykkur öll sem eru á Norðurlandinu og komist á annarkvæmt daginn eða báða. Þetta kostar 1000 inn eitthvað svoleiðis. Já, það kostar ekki mikið inn, en svo þetta borgar maður sér fyrir meðferð og annað slíkt. Þetta verður ekkert að koma að tala um okkur. Það heldur betur mikið. Kannski líka gaman að segja frá því að þá var hérna hjá okkur maður í gær til að mæla upp fyrir húsgögnunum sem hann ætlar að smíða inn í verslunum okkar. Þannig að við erum svona farnar að sjá fram á að geta kannski í febrúar. Það er mjög spenntari við því að geta boðið ykkur hingað til okkar og geta klárað að koma okkur fyrir. Svona svo við getum farið líka að kynna fyrir ykkur nýjum spennandi námskeið og annað sem við erum með í hausinum og svo fullur í gæra hugmyndum að ég var næstu því búin að ýta manneskinu út sem ég var að vinna með því ég þurfti að fara að skrifa. En við ætlum að ræða hvað er sérstakt við þessa tími sem við erum að lifa núna. Takk öll því sem kusu. Það er alltaf jafn áhugaverð viðfangsefni sem við fáum að ræða og við fáum stundu smá í magann þegar við sjáum hvað er að velja því við erum bara það er að taka á. Já, þetta er mjög gott við það þegar að við fáum innlegg frá öðrum og er svo skemmtilegt að skora á okkur stundum. Og við höfum bara gaman að því að sjá hvað verður fyrir valinu í kosningu vikunar. Endilega sendið ykkur ef það er eitthvað sem þið viljið að við förum þá kannski og sækjum upplýsingar frá ljósvörum eða annað ef það er eitthvað sem við höfum ekki þekkingu á fyrir. En mér finnst mjög áhugavert að þetta tiltekna viðfangsefni hafi orðið fyrir valinu núna í vikunni vegna þess að allt í einu það búið að vera svolítið svona ég myndi ekki segja lægð hjá mér en það hefur verið svona tími þar sem ég hef ekki fundið einhvern veginn þörf eða löngun til að vera að hlusta mikið á annað fólk tala allir mál. Svo allt í einu fyrir nokkrum dögum þá bara eitthvað, já, nú langar maður að hlusta á Tom Gregory tala framtíðina.
og ég er búin að vera að hlusta á hana og svo þar leitist ég á annað svona videokast sem var mjög áhugavert og þannig ég er búin að vera að hlusta rosa mikið uppfæra og svo kemur þessi spurning og ég bara, já það er hlut að vera ég var í einhverjum undirbúningi til að geta svarað einhverju gáfulegu hérna. En við vorum svo sem í samræðum hérna í fyrradag bara sem að tengist þessu líka. Við höfum aðeins verið að tala eins og bara þessi þreyta sem við höfum verið að sjá í kringum okkur finnum bara sjálfar rosalega mikið þreyta, orkuleysi, bara þungur nóvember, desember, janúar, svona og allt það. En svo vorum við að tala hérna í fyrradag bara hvað orðið þetta hefur líka bara á líkamann öll þessi orkuvinnsla. Því það er ekki bara stjörnurnar, það er bara gríðarleg orkuvinnsla í gangi í okkur. Við erum bara orkukerfi okkar er að breytast og orkan á jörðinni að tíðnin er að hækka og virka sem þýðir það að okkar orkukerfi verður fyrir áhrifum af því og því meira af orkustíflum og óunnu sem við eigum við okkar kerfi því erfiðara mun þetta reynast okkur og því þreyttari eru við og því meira átök eru þetta fyrir okkur. En svo fannst mér líka ótrúlega áhugavert það sem Tom Gregory sagði og við vorum aðeins að tala um það í gær eða fyrir dag er að sko Pam segir að núna næstu á árinu 2025 og 2026 að þá muni 24. litningurinn í DNA-in okkar tengjast aftur sem að við erum með 23 núna og að 24. muni tengjast aftur sem muni verða til þess að við getum lifað í hærri vitund en við hefum gert áður. Og sú breyting er náttúrulega líkamlega rosalega krefjandi og það sé líka partur af þessari gífurlegu þreytu sem við erum að finna. Það er í rauninni að breytast líkaminn okkar innanfrá. Og mér fannst það ótrúlega áhugavert og mér finnst það líka meika sem við getum senst það getur ekki allt verið bara orkan og stjörnurnar og eitthvað því að þetta er svo rosalega mikið. Já og það getur ekki bara verið að við séum búin að ofgera okkur alltaf. Nei. Að við séum alltaf að gera, auðvitað þurfum við að stilla okkur af í því sem við gerum miðað við orkuna sem er í gangi og það getur alveg reynst okkur erfitt. En það getur ekki verið bara að við séum alltaf að hlaupa og hratt, heldur við verðum að gefa þessari orkuvinnslu sem er í gangi rými. Og það er svo margt sem hefur áhrif bara eins og það eru stöðu í sólstormar þeir eru ekkert litlir. Á Íslandi eru sumir fullt af fólki sem finnur fyrir litlum jarðskjálftum stöðugt. Þetta eru alls konar hluti sem eru að hafa áhrif á orkun okkar. En hvert stefnu og hvað er framundan? Við náttúrulega höfum talað ansi mikið um 5. vítina. Já, og nú erum við erum á þessum krossgötu núna, þar sem við erum að færast yfir í öld vatnsbrans og sem hefur í för með sér mikið af þessum hlutum sem við erum búin að tala mjög mikið undanfarin 1 til 2 ár. Það er þetta að hulurnar falla, blekkingarnar koma í ljós, okkur er þrýst meira og meira út í það að lifa okkar eigin sannleika, að lifa í kærleika, að beina sjónum að því sem við viljum sjá vaxa og aftur að Pam Gregory, því mér finnst hún mjög áhugavert spjallum og ég hveti ykkur til að kíkja á rásinum, hún er alveg frábær í að útskýra og svona frekar einfaldan hátt einhvern veginn hvað er í gangi. Já, á YouTube er með mjög árás, hún er líka á Facebook. Já, og hún er sem sagt, hún sagði að það sem að hvað vorum við að tala um? Já, að ytri pláneturnar, Úranus, Neptúnus, Satúrnus og ég er að glemma einhverju, þannig að þær eru allar að skipta merki. Og það sem er að gerast bara núna á næstunni, það er allar að skipta merki á næstu 15 mánuðum og það eru 300 ár síðan það gerist síðast. Það er ekki bara það. Það er ekki bara það, nei, en svo eru líka dvergpláneturnar að skipta merki líka og að stillast upp í einhverju svona röð og sem að hefur ekki gerst bara, hún fann ekki, hún sagðist vera komin aftur 12-13.000 ár í sínum rannsóknum, hún var ekki ennþá búin að finna tíma þar sem þetta hefur gerst áður. Svo líka það sem að mér var svo áhugavert og ég er svo spennt fyrir er að Neptúnus og Satúrnus eru í fiskunum og eru að fara út úr fiskunum og inn í hrútinn og þegar að það gerist, það er fyrsta gráðan í kerfinu, í merkjunum og það er svona, nýtt upphaf líka mjög skapandi tími. Þannig að það hjálpar okkur að finna nýja lausnir á hlutum sem við höfum kannski ekki fundið lausnir á áður. Já, og
Hann talar til dæmis mikið unga fólkið, fólki sem við tölum nú að sé með svona taugaraskanir eins og einhver og annað sem í rauninni fólki sem að hugsa öðruvísi og að finna lausnir sem við höfum ekki geta horft á áður. Því að það sem að koma svo mikið af svona einstaklingum vegna þess að við þurfum á þeim að halda. Við þurfum á þeim að halda til þess að bara búa til ný samfélög, ný kerfi sem að virka fyrir allir. Og það sem við getum notið þeirra hæfileika af því við þurfum svo gríðarlega mikið á þeim að halda og það eitthvað sem að ég og náttúrulega brenn svolítið fyrir út af mínum aðstæðum en það að búa til samfélag þar sem að allir eru meðteknir og við getum notið þeirra hæfileika af því það hafa allir eitthvað gott fram að færa og við vitum það að við verðum að breyta, við getum ekki haldið áfram eins og hlutirnir eru. En það sem að mun gerast á næstu mánuðum og árum og bara tiltölulega hratt samkvæmt því sem við höfum allavega verið að hlusta á og svona þær miðlanir sem við fengið til okkar líka að það skerpast ennþá betur skilin á milli þeirra sem ætla að lifa í ótta og fókus á ótta, þeirra sem ætla að nýta kraftinn sinn og kærleiksorkuna sína til að skapa nýjan heim. Og það þarf stundum svo lítið til að skilja það á milli. Við höfum talað að ef þú horfir á fréttir á hverjum einasta degi til dæmis og það fer óbúslega mikil orka hjá þér í að vísnast yfir öllu því hræðilega sem að gerast í heiminum og þú ert upptekin af því allan daginn, einhvern veginn hvað heimurinn sé erfiður og ömurlegur og hvað sé hræðilegt og þá erum við að fóðra stanslaust óttann og þá slæmu orku, við erum að stækka. En í staðinn auðvitað finnum við öll til samúðar með þessum hræðilegu fólkinu sem í þessum hræðilegu aðstæðum. En það besta sem við getum gert að senda til þeirra ljós og sjá fyrir okkur betri heim fyrir þau. Já. Sjá þau fyrir okkur í betri aðstæðum, í þeirra draumaaðstæðum og sjá okkur bara sem svona einn sameinaðan alheim. Bara taka þess og taka bara harðast afstöðu með því að leyfa okkur að vera í jákvæðni, að vera í ljósinu og að vera meðvituð það þegar við dettum niður. Já. Af því við erum svo fljót að skapa með okkar hugsunum og með þessum tilfinningum og ég verið að taka eftir því hjá fólki bara í kringum mig að þegar það býst við hinu versta að þá það akkurat það sem gerist. Já. Og því miður að þá það oft þannig en við megum búast við hinu besta, við megum senda það út, við megum biðja aðstoð og við erum oft svo fljót að skapa og ég held að séu margir sem hafa tekið eftir í undanfarið að við hugsum eitthvað og það er komið. Þannig að það orðið svona, við þurfum að vanda okkur með hugsanirnar og með orðin okkar og allt það og bara við alveg jafnt og aðrir af því að hlutirnir geta komið svo ofboðslega hratt til okkar. Þess vegna líka skiptir máli að við festumst ekki á mikið í hugunum og hugsunum að ég vilji nákvæmlega svona og hinsegin eitthvað svona efnislega, heldur kannski frekar, mér langar að líða svona. Já. Ég vil finna svona þessa hamingjutilfinningu, ég vil finna svona gleði, ég vil finna svona frelsi, því þá getur heimurinn fært okkur það. En ef við erum alltaf svolítið fókusa á bara eitthvað efnislegan endapunkt í öllu, ég vil svona starf eða ég vil svona hús eða ég vil þennan bíl eða eitthvað svoleiðis og þá takmörkum leið allt annað sem heimurinn myndi vilja færa okkur. Þá erum við búin að búa bara til einn veg og meðan við getum verið með strandbraut með 12 akrein. Og það kannski bara akkurat það sem að okkur ekki ætlað og þá getum við strögglað að komast þangað að því að sýnin svona fröng. Já. Og líka bara við hugsum allt sem að við veitum orku yfir daginn. Ég til dæmis minni dóttur mína mjög oft á það að tala ekki mjög mikið ákveðin forseta sem ekkert vinsæll í heiminum. Einn appelsínugula mann. Já. Ég segja reglulega við hana bara, hverju ert að veita svona mikla athygli og orku og að finna orku. Bara margt annað sem nær okkur sem það bara gott að hafa í huga. Og líka bara, við sendum bara kærleikann og þá segir hún já, alveg rétt, kindle with kindness. Og það eitthvað sem við höfum verið að ræða og mikilvægt bara við ræðum líka við börnin okkur og annað. Hversu mikilvægt að vera í kærleikann. Og þau náttúrulega læra það sem fyrir þeim haft. Þannig að við erum alltaf talandi stanslaust yfir matarborðinu hvað heimurinn hræðilegur og allt ömurlegt og þessi mikill fífl og fáti og
og hvað samfélagi þurfi nú að breytast og þessu og hinn eigi að breyta öllu en svo getum við ekki horft í speilinu og tekið ábyrgð á að breyta okkur sjálfum. Þá er það sem börnin læra. Þá læra þau að við bendum alltaf þarna út í loftið og allir aðrir bera ábyrgð við sjálf. Þannig að ég held að það sé einu svona þessu stóru breytingu sem verða að við verðum aftur, ég vil ekki segja þvinguð, en hressilega hvött til að taka ábyrgð á okkur og okkar lífi og að vera meðvituð það að það er ekki nóg bara að tala að vera, ef við erum að tala að vera andlegur, það er ekki nóg að tala bara kærleikann og tala þetta allt sem þú verður að lifa. Já. Ef þú gerir það ekki, þá bara lifur þú í blekkingu og þá ertu búin að telja trúum þú sért eitthvað. Þetta er svolítið það sem og við sjáum að sé þema á þessu ári. Við erum að endurskoða og við erum að skoða og þá við marga, það eru mjög margir að hugsa ok, ef hlutirnir ganga ekki eins og þeir ganga, hvað á ég þá að gera? Og við sjáum fyrir okkur miklar breytingar til dæmis á störfum bæði ár og næstu árum þar sem fólk að stíga meira inn í það sem það kallar á það. Leið kannski verður þetta samband, þetta form á fyrirtæki og starfsmanni öðruvísi heldur en það var. Sumum finnst óþægilegt að fólk sé fara út úr einu starfi í annað, það á bara einfaldlega við suma og fólk getur fengið að nýta alla sína hæfileika frekar en að vera lengi á sama stað. Það eru alls konar svona breytingar í samfélaginu okkar sem að við sjáum að séu að gerast bæði á þessu ári og í framhaldinu. Þetta eru samfélagsbreytingar sem að gerast óbúslega hratt og tíminn líður hratt og við erum að sjá að hann líður yfirleitt ennþá hraðar og breytingarnar fara að gerast hraðar heldur en við höfum séð áður. Hann líður líka bara hraðar út af þessari orku sem við erum í. Að við skynjum það að hann sé að líða, hann í rauninni líður ekki hraðar því að tíminn ekki til, en við skynjum eins og hann þjóti áfram vegna þess að það er svo mikið hreyfing í orkunni. En það er svona, það sem mér fundist líka svolítið áhugavert að hlusta á að nú mun líka svolítið reyna á þetta, það að þeir sem vilja ekki taka þátt í þessum, við segjum stundum þessu bulli sem í gangi stundum í samfélaginu, að fólk mun í auknum mæli velja það að flytja til dæmis bara út úr þéttbýli eða í minna þéttbýli og skapa sín eigin samfélag þar. Auðvitað maður alltaf partur af einhver stjórnkerfi og einhver svoleiðis, en það breytir því ekki að við getum alltaf valið hvernig við lifum og við þurfum ekki taka þátt í því sem við viljum ekki taka þátt. Það er bara þannig. Nei, og við sjáum það sem þú ert að segja, að við verðum aktífari í að skapa samfélagi sem við viljum búa í. Og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga því við erum samfélagi þar sem við erum. Og hvernig samfélagi viljum við búa í, það sem er svo mikilvægt að við tökum þátt í því, að skapa það samfélagi sem við viljum. Alveg eins og við tökum þátt í að hafa áhrif á þau kerfi sem í gangi, bæði með bara okkar vali. Og við erum að sjá núna og heyra að til dæmis eins og með heilbrigðiskerfi að ef fólk fær þjónustu þar á þeim tíma sem það þarf þá sækir það í eitthvað sem að kallast oft talað á íslensku sem óhefðbundið en í öðrum löndum myndi það vera talið sem viðbótarmeðferð eða holistic sem fyrir þá heildrænt, já, að fólk sækir í annað einfaldlega af því að það fær ekki það sem það þurfti en getur mögulega fengið þá lausn þar. Og við erum ekki að segja að það eigi að skipta einu fyrir annað, alls ekki heldur. Það er svo margt sem getur unnið saman sem ekki hefur verið kannski upp á borði og íhugað áður af því aðstæður hafa bara verið öðruvísi. Þannig að það er mikilvægt að við höfum þetta í huga að við höfum alltaf áhrif með okkar vali og við höfum alltaf val. Við erum búin að ræða það einhvern veginn. Höfum aðeins rætt það. Já. Fyndið. En þannig að við búumst við mjög miklum breytingum á þessu ári og áfram og það getur alltaf eins og við höfum talað titringur fyllt í. Það var bara, ég var í búð á laugardaginn stutt frá bandaríska sendiráðinu og þar voru mótmæli. Fólk að láta í sér heyra
og það það sem að á eftir að gerast og leið getur alveg orðið titringur en við höfum bara mikilvægt hlutverk sem ljósberar inn í þá orku með því að finna hvað okkar sannleikur og með því að senda ljós og kærleika inn í þær aðstæður sem við vitum að þurfa á því að halda. Svo getum við held ég líka bara oft litið okkur svolítið nær sko. Ég held að mörg okkur sem erum svona andlega þekkjandi við brennum við elskum náttúruna og brennum fyrir náttúrunni og móður jörð. Þannig að samaskapi erum við kannski að lifa lífi sem samræmist ekki því þeirri ást okkar á jörðin. Og ég búin að vera mjög upptekin af raforku undanfarið og alveg fikk ég að heyra það. Vegna þess að ég finn að ég þarf að breyta hjá mér. Vegna þess að það alltaf verið að tala til dæmis að nú þurfa að virkja meira og virkja meira og virkja meira. Ég ekki sammála þar, vegna þess að ég tel að við séum ótrúlega miklu rafmagnssóðar og við getum sparað alveg nóg í kerfinu bara sem heimilisnotendur þess vegna til þess að geta sparað nóg fyrir það sem við þurfum og svo þurfum við náttúrulega ákveði hvað viljum við setja raforku. En þarna ég að horfa sjálf á mig og nú ég bara heima hjá mig bara slökkviljósin í herberginu þar sem ég ekki. Þú veist, þetta ein ljósaperu og ein ljósaperu hefur ekki mikið að segja í stóra samhenginu en ef allir slökkva þessari einu ljósaperu á heimilinu þá hefur það eitthvað að segja. Þannig allir svona hlutir og svo finn ég líka einhvern veginn að orkan þannig að það svolítið mikið stormur inn í mér og það að rifna upp svona aftur gömul sár og eitthvað svona sem ég finna sem að einhvern tímann hefði ég farið alveg í rusl og bara ég hefði verið búin að vinna í þessu en þú veist, það bara ekki það þú veist, maður alveg alveg búin en þannig að nú ég bara nú þarf ég greinilega bara að taka næstu umferð í þessu og laukurinn búin að flagna núna næsta lag og nú þarf ég að taka á þessu til að geta og það ennþá sterkari, Já, þetta akkurat líka eitthvað sem ég hef verið að vinna með og að gera og hvet ykkur svo innilega til þess að sækja aðstoð í heilun, í hugleiðslur og annað til þess að, eins og við vorum með námskeið í janúar, finna lognið í þessum stormi sem í gangi og það hefur líklega aldrei verið mikilvægara að gera akkurat það að huga að okkur, vinna með orkunni en ekki á mótinni og að leyfa okkur að svolítið bara finna og vera hlúa að okkur vera og vinna í gegnum það sem upp kemur því að við höfum báðar bara þurft að vinna núna með alveg drullu erfiða hluti sem hafa verið að banka upp og aftur og bara af því að við þurfum að halda oft. Það ekkert sem maður þarf að vera hrættur við heldur sko, maður veit alveg að við erum alveg búin að læra okkar leið að lífi gerist ekki í lofthæmi sko og það að finna tilfinningar og að fara inn í þessa rússipan sem nú litli núna miðað við áður. Það bara partur af þessari mannlegu vegferð en ef við veitum við viðtækt og bara förum í gegnum það, leitum okkur aðstoðar, hjálpum hvoru öðrum við að losa og þroskast af því sem í gangi, þá verður lífið allt betra og eftir. Við hvetjum ykkur, það er listi af frábærum meðferðaraðilum til dæmis inn á vefnum okkar starcoachacademy.com/es og það eru mjög góðir meðferðaraðilar, Englavíki meðferðaraðilar, það margir með ýmislegt annað líka og svo líka bara ef þú ert meðferðaraðili að hefur lært einhvers konar meðferðarform að endilega skiptast á meðferðum við aðra. Það alveg dásamlegt að hittast og vinna saman og ég átti nú góða stund með 2 konum hérna bara í síðustu viku held ég og bara það sem við vorum að upplifa alls konar hluti saman og þetta bara færir okkur nær öðru og það gott. Svo kannski gott að við getum ekki því að núna klukkan 13 eitthvað í dag fullt tungl í ljóni. Já. Og það alltaf stuð. Þess vegna ég svona svakalegur stuð í dag. Ég hélt hérna höfuðið bara 5 mínútur í útsendingu og ég bara ekki að blenda þessu. Þetta sé 7:02, það alveg hressileg orka með þessu tungli eins og öllum öðrum þannig að það að gera að nýta tíman til þess að sleppa tökum á alls konar hlutum sem við höfum tekið með okkur lengi. Losa úr bakpokunum og setja bara gott í hennan bakpoka í staði. En svona til að svara spurningunum bara í stuttu hvort að árið 2025 verði ár mikilla breytinga, við höfum fulla trú að það verði ár 2025 og 2026 verði ár mikil breytinga
og hversu mikla breytingarnar verða fyrir hvern og einn fer bara eftir því hversu tilbúin þið eruð að halda á veg hjartans og bara hlusta á hjartað og taka utan það sem lífið færir ykkur. Og ef við erum tilbúin til þess og erum tilbúin að uppgötva þennan stórkostlega mátt sem býr inn í okkur öll, þannig að töfram okkur búa til þetta stórkostlega líf sem við viljum lifa, ef við erum tilbúin að taka utan þann mátt, að þá okkur bara allir veginn færir. Við höfum nefnilega alveg stórkostlega tækifæri til þess að gera magnaðar breytingar á okkur sjálfum og samfélaginu okkar sem við búum í leiðinni. Já, þegar við erum samanlega. Já, gúrlega. Við vonum að þið bara frábæra viku. Já. Og ég ætla að fara í frí. Þú ætlar í frí? Já. Við ætlum að setja út vonandi í næstu viku hugleiðslu sem við vorum með á námskeiðinu Lognið í storminum. Hún heitir Allt sem ég þarf inn í dag. Svona góð morgun hugleiðsla til að svona grunnur af því sem við þurfum að gera á hverjum degi á okkar mati. Og vonandi námskeiði fljótlega líka. Já. Það verður aðgengilegt á vefnum hjá okkur. Já, síðasta lagi mánaðamót. En við bara vonum að þið dásamlega viku rest og vinnið nú tunglvinnan ykkur. Heldur betur. Og hlusti, ef þið viljið virkilega hlusta á og hafið áhuga að hlusta á þær breytingar sem eru framöndan, hlusta á Pam Gregory, hún alveg frábær. En takk fyrir í dag. Takk. Hafið þið sem best.